Viskadi frelsis, 15. kafli, Máttur hugans. Hugsanir þínar eru og verða. Þær liggja í loftinu og verða ávallt til. Hugsanir þínar hafa mikil áhrif á þig og alla í kringum þig og allt sem í kringum þig er. Þær eru máttugri en flesta grunar. Sagt er, sá sem stjórnar hugsunum sínum, stjórnar lífi sínu. Hugsanirnar liggja í huganum eða það sem kallast persónuleikinn. Allt líf þitt og umhverfi eru afsprengi hugsana þinna. Líkamleg líðan þín tengist hugsunum þínum. Hugsununum má líkja við skjávarpa þar sem umhverfi þitt er sýningartjaldið. Að senda jákvæðar hugsanir til einhvers hefur mikil jákvæð áhrif á viðkomandi og kallast það að senda jákvæða strauma. Að sama skapi skapa neikvæðar og illar hugsanir til einhvers neikvæða strauma. Hugsanir þínar hafa mikil áhrif á líðan annarra. Það sem á við hugsanir í þinn garð, neikvæðar hugsanir, draga þig niður og gera þig jafnvel veikan. Neikvæðar og illar hugsanir næra egóið innra með þér og þá vannærist sálin og það sama skapi næra jákvæðar og kærleiksríkar hugsanir sálina og vannæra egóið. Með þessu móti er sálin vakin innra með þér og byrjar að taka við stjórninni á þínu lífi og þinni vegferð og þú byrjar smá saman að flæða með alheimsorkunni og allt mun ganga þér í hag. Á meðan egóið leiði því í eilífa baráttu á móti straumnum og úr takt við alheimsorkuna. Allt fæðist í hugsuninni sem síðar getur breyst í orð og gjörðir. Þó svo að hugsun breytist hvorki í orð né gjörðir, er hún ávallt til og hefur áhrif á þig sem á aðra í kringum þig. Kvíði, ótti, áhyggjur og stress verða til í hugsununum þínum og eru gott dæmi hvernig hugsanirnar hafa bein áhrif á andlega og líkamlega líðan þína. Þú getur losað þig við þessa fylgifiska með breyttu hugafari og hugsunum. Fjölmiðlar og annað afþreyingaefni sem í boði eru stjórntæki til þess ætlað að stjórna hugsunum þínum og þar með líðan þinni. Sá sem lætur stjórnast nærir egóið með hugsunum sínum og er fastur í hringrásinu, fæðing, líf og dauði. Hvernig má þetta vera? Líkt og egóið sem hefur það hlutverk að halda þér í blekkingum og ótta, þá gegna fjölmiðlar og yfirvöld sama hlutverki og egóið. Það er ekkert rangt við þetta því þetta er tilgangur lífsins að lifa í blekkingunni og óttanum þar til þú vaknar til meðvitundar sjálfan þig og byrjar að leita þínu sanna sjálfi og aftengja þig frá blekkingunni. Þannig lifnar sálin innra með þér og þú byrjar að ganga hinn andlega veg til Guðs. Frá sjónarhorni Guðs er ekkert slæmt og ekkert gott því allt er. Það er verkefni hvers og eins að ná tökum á hugsunum sínum og læra að láta ekki aðra nýja umhverfið hafa áhrif á þær. Læra að beina þeim í jákvæðar og kærleiksríkar áttir í hverri raun og verkefni því þannig verður þú sáluhólpin og þú fæðist í andanum og munt að lokum finna Guðs ríkið, hinn mikla kærleika og orku sem mun streyma í hjarta þitt og líkama. Það er auðvelt í krefjandi heimi að beygja af leið og falla í neikvæðni og illar hugsanir. Lærðu að halda ró þinni og jafnvægi í hverri raun því þannig stjórnar þú lífið þínu og vegferð og þér verða allir vegir færir. Loks mun engin raska ró þinni framar og þú munt standa styrkur og staðfastur í hverri áskorun. Sá sem reynt hefur að tæma hugan veit hversu erfitt það getur verið en góð leið er að læra að stjórna hugsunum sínum er að þjálfa sig í að tæma huga í hugleiðslum og síðan að vera meðvitaður hugsanir sínar. Að vera meðvitaður það þegar illar og neikvæðar hugsanir koma upp og ýta þeim samstundis frá og skipta þeim út í jákvæðar og kærleiksríkar hugsanir. Það getur tekið tíma að ná tökum á þessu en að lokum muntu ná fullkomnu valdi á hugsunum þínum
og þú munt læra að beina þeim í jákvæðar og kærleiksríkar áttir. Líf þitt mun gjörbreytast frá degi til dags þegar þessu er náð. Kvíði og ótti munu hverfa úr lífi þínu og það sem þú tekur þér fyrir hendur mun takast því þú ert byrjar að lifa í takt og samhljóm með alheims orkunni. Biðdu vernd og blessun Guðs fyrir hugsunum annara þannig að þær hætti að raska ró þinni og jafnvægi. Sá sem stjórnar hugsunum sínum stjórnar lífi sínu því þær eru lykillinn að vellíðan og velgengni.